Ríkisstjórnin vinnur að áætlun hvernig brugðist skuli við fjöldaatvinnuleysi námsmanna í sumar. Nemendur hafa krafist þess að fá að stunda nám og halda námslánum. Endanleg ákvörðun liggur ekki fyrir en menntamálaráðherra segir þó ljóst að ekki verði hægt að leysa vanda allra námsmanna. Við erum búin að vera í samtali við Háskóla Íslands hvað hægt að gera þar, en ég mun líka mun að ræða við hina háskólana og í raun má segja bara við ætlum það sem liggja bara fyrir ákveðin drög bæði hvað var að nám og störf sem ég hef verið að vinna með iðnaðarráðherra og nú þarf bara að halda því starfi áfram yfir páskana. Snúast þessar tillögur bæði möguleikan á námi og störfum fyrir námsmenn? Já. Það er að segja að það er bæði verið að skoða hvað er hægt að gera í því að bjóða upp á sumarnám og eins og ég hef sagt áður við fjölmiðla þá er kannski stærsti liðunum þar er þá hlutverk lánasjóðsins í því sambandi og svo er það líka að kanna möguleika á að fjölga sumarstörfum. Hvað myndi þetta kosta? Já, þetta er bara eitthvað sem við erum að vega og meta hvað er hægt að gera en það er ljóst að við getum náttúrulega ekkert teygt okkur svo langt að það verði komið að þetta bjargist sko algjörlega, það er alveg ljóst að það verður ekki en við reynum okkar besta. Þannig að við erum að horfa fram á í öllu falli einhvers konar fjöldaatvinnuleysi stúdenta í sumar. Já, vonandi getum við komið í veg fyrir fjöldaatvinnuleysi. En hvað erum við að horfa fram á samkvæmt þessum tillögum sem að þið eruð að vinna? Við munum kynna þær strax eftir páska. Fulltrúar stúdentaráðs sátu fyrir ráðherranum eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Það verður boðið upp á einhvers konar blöndu af námi og störfum en þó ekki fyrir alla. Já, mér finnst það mjög einkennilegt og sérstaklega vegna þess að þau svör sem við fáum eru þau að þetta strandi á fjármagni. Nú hefum við komist að því að allir námsmenn sem ekki eiga kost á vinnu eiga rétt á fjárhagsstuðningi frá sínu sveitarfélagi sem nemur 115.000 til 120.000 krónum á mánuði. Og þetta myndi kosta 4,7 milljarða að veita þeim 13.000 námsmönnum sem nú eru atvinnulausir þennan fjárhagsstuðning sem er 800 milljónum krónu hærri upphæð heldur myndi kosta að veita þeim öllum námslán og sumarnám í sumar. Stúdentaráð hefur rætt við fulltrúa sveitarfélagana væntanlega fjárhagsaðstoð til atvinnulausra námsmanna frá sveitarfélögum. Við rættum bara við sveitarfélögin í gær varðandi þessa fjárhagsaðstoð og spurðum við hvort það hefði hreinlega burði til þess að veita þessum fjölda stúdenta þessa fjárhagsaðstoð og þau fengur hreinlega bara áfall, vægast sagt.